Skilur venjulegt fólk samningana verktaklánin? Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða að flest venjulegt fólk mun ekki skilja þessa samninga. Þetta eru tæplega 40 blaðsíður af 2 samningum, annars vegar leigusamningurinn og hins vegar sameignarsamningurinn. Samningurinn hlutdeildarlánin hjá HMSM, hann er 1 blaðsíða, íbúðalánið mitt er 2 blaðsíður. Ég ákvað samt að lúslesa samninginn til að skilja hann og ég bugaðist. Ég er búin að fasteignarsali 23 ár, þannig ég ætla að sýna ykkur aðeins hvað gerðist hérna í lið 15. Ég fór að lesa hann hérna og hérna er lið 15.1 og svo er lið 15.2, þá er vísað í grein 16 og 17. Þannig að ég ætla að skilja 15, þá þarf það að fara í 16. Og 16 er hérna, hún er hér og þar er vísað í grein 20 og 29. Þannig að þá fer maður náttúrulega í 20, hún er hér, þar er ekki neitt sem er jákvætt og þarna ég skrifa þetta bara niður, allar greinarnar og þegar við talum það, hefur tæplega 20 tilvísanir í mismunandi greinar innan lið 15 þegar þú fyrir að rekja áfram. Og það er rosalega mikilvægt að hafa í huga að þú berð ábyrgð á því sem þú skrifar undir. Þannig ef þú ert að fara að kaupa lán með svona flóknum samningum, fáðu öll skilin send til þín áður en skrifar undir, highlightaðu, bara eins og ég er að gera, allt sem er skrítið, óljóst eða flókið og pantaði síðan fund hjá einhverjum af hagsmunaaðilanum. Það getur verið fasteignasalinn, það getur verið stefnir, það getur verið verktakinn eða parta sem er umboðsaðili stefnis og biddu þá að fara yfir hverja einustu grein sem skilur ekki að þú tryggir ekki eftir á.